Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig á að setja upp töflu í Excel. Þetta er einföld tafla sem inniheldur kostnaðaráætlun Evrópuferð í þessu tilfelli. Hér er ég búin að setja inn texta þar sem verður í töflunni og eins hérna. En hérna þarf að breyta aðeins, stækka kassana og það gerum við einfallega svona til þess að komi allir textin inn. Og hérna líka og hér. Þá er ég komið með svona nokkurn veginn. Svo er hægt að miðjusetta textan og með því að gera bara hérna svona. Þetta er eins og í Word og öðrum forritum. En sem sagt, svo ætla ég að setja inn hvað flug kostar fyrir einn. Og ég er búin að finna það út og það kostar 45.000. Kostar flug fyrir einn. Og ég ætla að láta tölvuna forriti reikna fyrir mig hvað kostar fyrir 2. Og ég ætla ekki að reikna það sjálf. Þannig þegar við erum búin að finna verð fyrir einn, hérna alla, gistiheimili kannski, hvað kostar það? Það kostar kannski 75.000 fyrir tíman og skoðunarferðir upp á 25.000. Þetta eru þau verð sem ég er búin að finna. Ég er ekkert búin að finna neitt meir. En svo ætla ég að láta forritið reikna hvað kostar þá fyrir 2 og fyrir 4. Þannig þá fer ég hérna í þennan reit, sem sagt verð fyrir 2 flugsigling og fer hér hægra megin upp í eitthvað sem heitir Auto Zoom. Þetta tákn hér, ít á það, þá fæ ég hér í Auto Zoom og þá merkir hún strax þennan hérna reit, D6, það er þessi hérna reitur, það er akkurat þessi reitur og það er D6 og þá setjum ég fyrir aftan D6, þá setjum við svona stjörnu. Og ég ætla að setja 2 af því það þýðir að það sem er í þessum reit, D6, sinnum 2, kemur hérna og svo ger ég enter, þá kemur 90.000. Verð fyrir 4, ég þarf líka að finna það át og það er alveg eins. Þá íti ég hér, fer hægra megin upp í AutoZoom, þá kemur svona og þá vil ég ekki vera með E6, heldur vil ég vera með þennan reit, D6, að ég ætla að gera 1 sinnum 4. Þannig þá íti ég bara hérna, þá breytist þetta í D6, það er þessi reitur eins og varum áðan og svo ger ég stjörnuna, sinnum og 4 og enter. Þá er ég komið verð fyrir 4. Og til þess að þetta reiknist svona niður, þá getur maður bara dregið hér, farið hér í græna hornið og dregið þetta svona niður. Kassan. Sér þá reiknar hún alveg leið. Það er ekkert hérna í lestafargjald, ég er ekki búin að setja. Gistiheimilið var 75.000, það er komið í 300.000 fyrir 4. Og hérna erum við með 25.000 og það er komið í 100. Þannig að hún reiknar þetta leið. Þannig að þá fyrir hérna líka og gerir svona. Dreg bara hérna hornið niður. Þá erum við bara að reikna þetta. Svo ætla ég líka að finna út hvað það myndi kosta samtals krónur og þá kemur það hérna fyrir einn hvað kostar samtals bara fyrir einn og það er eins, þá fer ég hérna í zoomið, hægra megin uppi, AutoZoom, íti á og svo dreg ég bara hérna upp í þessa reiti sem ég er að reikna og þá sér hún D6 og tvípunktur í D14, þetta er D6 hérna og svo er það allaveg niður í D14 eins og sjá hérna og þá ger ég enter og þá er hún búin að reikna út hvað það kostaði. Og þá get ég gert eins og aðan, dreigið farið bara hérna í hornið og dreigið þetta svona út og þá er formúlan komin fyrir þetta. Þannig að ég ætla að láta þetta duga í þessu bili. Takk fyrir.